Íbúatala Þórshafnar gæti margfaldast verði hugmyndar að stórskipahöfn í Finnafirði að veruleika. Þar er gert ráð fyrir olíuhreinsunarstöð og átöppunarverksmiðju gass. Skiptar skoðanir eru málið. Gert ráð fyrir stórskipahöfn í Finnafirði í aðalskipulagi Langanesbyggðar. Þar verði jafnframt olíuhreinsunarstöð og átöppunarverksmiðja fyrir gass. Íbúafjöldi Þórshafnar gæti orðið alltaf 5.000 eftir 15 ár komi þessar hugmyndir til framkvæmda. En skiptar skoðanir eru í sveitarstjórn þetta mál. Sveitarstjórnir á norðausturhorni landsins horfa mjög til möguleika sem skapast finnist olía á Drekasvæðinu og sömuleiðis þegar vöruflutningar norður Íshafsleiðina verðað veruleika. Sveitarstjórn Langanesbyggðar er nú með tillögu að aðalskipulagi til umfjöllunar. Þar er gert ráð fyrir að í Finnafirði verði stórskipahöfn og að þar rísi olíuhreinsunarstöð, öryggis- og þjónustuhöfn, þyrluþjónusta og átöppunarverksmiðja gass. Hérna sjáum við Finnafjörð þegar hort er niður í fjörðinn frá Gunnólfsvíkurfjalli. Olíuhreinsunarstöðin er talin skapa 800 störf og átöppunarverksmiðja gass 200 störf. Verði þetta allt saman að veruleika er gert ráð fyrir að íbúum fjölgi verulega. Eftir 15 ár gæti íbúatala Þórshafnar verið komin upp í 5.000 samkvæmt greinagerð með aðalskipulaginu. Mjög skiptar skoðanir eru málið í sveitarstjórn. Bóndi í Finnafirði er í sveitarstjórn og hann er alfarið á móti því að gert verði ráð fyrir stórskipahöfn og olíuhreinsunarstöð í firðinum. Það er Halldór Jóhannsson skipulagsráðgjafi sem unnið hefur að framtíðarskipulaginu en hann er sem kunnugt er talsmaður hjá Gnúbó sem vill reisa lúxushótel á Grímsstöðum á Fjöllum. Gert er ráð fyrir að skipulagstillagan verði rædd í sveitarstjórn í næstu viku og hún afgreidd og send til umsagnar stjórnvalda.